Allt fyrir nýja lífstílinn. LKL í Netto. Komið sæl og verið velkomin með okkur í sjónvarp Víkurfrétta, vikulegan sjónvarpsþátt frá Suðurnesjum. Við komum víða við í þessum þætti og ræðum meðal annars við Eðvarð Þór Eðvarðsson, sundgóðsögn frá Suðurnesjum. Við kynnum okkur hönnunarklassan Maris og förum í kvennalaup ISÍ. Mikil stemning hér í Vatnaveröld í Reykjanesbæ, þar sem aldursflokkamót Íslands í sundi fór fram helgina. Alls fóru komnir saman 250 unglingar frá 19 sundfélögum. Núna helgina þá erum við með aldursflokkameistaramót Íslands, sem svona stærsti viðburður hjá krökkum á aldrinum 15 ára og yngri í sundlífinu á Íslandi, ár hvert. Þetta er svona slúttið hjá okkur. Hversu stórt er þetta mót? Það eru það bil 260 keppendur og til þess að komast á þetta mót þá þarftu að vera með lágmörk og krakkarnir að keppa oftast allt sundárið að því að ná þessum lágmörkum. Hver aldur, hver árgangur, 10 ára krakki, þarf að ná einhverju tilskildu lágmarki til að komast inn á mótið og þar alveg er þetta svona mini-ólympíuleikar. Þú þarft að ná tilskildum árangri til að komast alla leið á AMÍ. Ykkur IRB-liðum hefur nú gengið ansi vel í þessu móti einmitt síðastliðin ár. Hver er svona takmörkin fyrir þetta mót? Það er bara það sama á undanfarin ár, það er að vinna. Við höfum gaman að vinna og gerum mikið af því. Og við, það er kannski, að því þú segir undanfarin ár, þá ég veit ekki hvað sé gott eða slæmt, en ég man ekki hvort að við séum að stefna því að vinna í 11. eða 12. sinn síðan 1997. Þá hófst þessi runa hjá okkur og það er nú bara þannig að með góðum hefðum þá er oft auðveldara að gera hlutina og við höfum bara náð upp mjög góðri hefð, sundhefð í Reykjanesbæ og í gegnum árin og hún var náttúrulega komin á að hluta til miklu fyrir en 1997. Við höfum búin að eiga valinkunna sundmenn síðan 1960 og eitthvað, jafnvel fyrr. En hefðirnar vinna alltaf með og það er ofboðslega gott, sérstaklega þegar við horfum á þá fjölbreytni sem er í íþróttaflórunni í dag að ná að halda þessari hefð og þessu sterka starfi og vera að vinna þetta mót sem er fjölmennasta meistarmót sem fer fram á ári hverju á Íslandi. Þannig að við leggjum mikla áherslu á að ná árangri og svona að fyrsta hluta að dæma sem fór fram í morgun þá eru blikur á lofti, það eru svona, við sjáum það að það sem við lögðum upp með það er að ganga þannig að við hlökkum til að halda áfram að kenna mótið og vonandi fögnum við gríðarlega á sunnudaginn. Þetta IRB-lið er ungt, er þetta yngra en gengur og gerist, þetta lið hérna sem við höfum? Já, nú erum við náttúrulega fórum við í gegnum svona ákveðin kynslóðaskipti. Við getum sagt að þau hafi átt sér stað á bilinu 2010 til 12 og uppbyggingin er virkilega góð eins og sakir standa. Krakkarnir eru að ná mjög góðum árangri. Uppistaðan í unglingalandsliðum Íslands kemur úr IRB. En það er nú oft sagt og ég verð líka að segja það að það er ekki nóg að vera efnilegur. Við horfum á það að við getum leitt fólk áfram og það verði síðan gott í sínu í sundíþróttinni og það er eitthvað sem að tíminn verður að leiða í ljós hjá okkur en ég er fullur bjartsýni á að við séum að núna þessi missirinn að fylgjast með sundmönnum, ungum efnilegum sem að koma til með að vera í fremstu röð sem fullorðnir sundmenn innan fárra ára. Þegar þú varst í þessu hérna á sínum tíma, hver er munurinn á þessu núna? Það er náttúrulega bara eins og við sjáum hérna fyrir aftan mig, ég var í 12 metra laug sem við Olga lærðum að myndatökumaðurinn, lærðum að synda og aðstæður voru náttúrulega allt aðrar. Líka þjálfunar, svona bakgrunnur þjálfara, það var ekki sama vitneskja til staðar, þetta er allt annað. Ég er búinn að þjálfa, þetta er 27. árið mitt sem þjálfari og það orðið endalausar breytingar á svona lífeðlisfræðilegum og þjálffræðilegum atriðum sem hafa orðið til þess að árangur hefur orðið betri. Plús það að tæknin hefur breyst líka töluvert, þannig að það hefur mikið gerst. Á tiltölulega stuttum tíma. Nei, ég segi svona. Hvernig stendur IRB svona landsvísu? Hversu góð eru þið?
Herðu, nú myndi ég segja að hérna IRB sé, og nú náttúrulega bara komin 1 hluti af þessum 6 hlutum á þessu móti, en ég myndi segja að IRB væri með fullri virðingu fyrir langbesta unglingalið landsins. Langbesta unglingalið landsins og bara mjög öflugt og sennilega, væntanlega bara, ég nú séð margt, væntanlega besta unglingalið sem ég hef séð á þessum aldri, 15 ára yngri. Og þannig að ég tel að ef þessi krakkar halda bara lítilega áfram með sína þróun, sund þróun, að þá verð ég mjög hissa ef að svona að við verðum ekki orðið með besta fullorðinsliðið innan 2 ára. Ég er mjög hissa ef að það myndi ekki gerast með þennan frábæra hóp sem við erum í höndunum í dag. Og jafnvel þá skila sér sundmenni fremstu röð á Ólympíuleika kannski og annað? Já, það er náttúrulega eitthvað sem mun gerast með tíð og tíma. Nú bara, það er erfitt að sjá akkurat núna fyrir 2016. Þetta er bara mjög erfið lágmörk og svo framvegis. En það er nú það kannski skemmtilegasta við sundíþróttina að stundum gerast, og það er kannski það sem maður verður mest eða skemmtilegast í þessu, þegar hluti koma manni reglulega óvart. Og ég á allt eins von á því að einhver dúkki upp, tækja skarið og fari alla leið. En sko ef ekki 2016 þá erum við með allavega kandidata til að berjast við lágmörk árið 2020, alveg klárlega. Jæja, Sigurbjörg, hvað herbergi er þetta hérna sem við erum stödd í? Nú erum við stödd í hjarta sundmótsins, sko. Þetta er aðal, sko dómararnir halda þeir séu aðal en við erum aðal. Við stýrum mótinu, hérna koma allir tímandir inn frá pötsunum sem eru niður í sundlauginni og það kemur inn í tölvuna hérna og síðan tekur Harpa tímana og prentar út úrslitin. Og það fer síðan út til fólksins bæði á netið og í Meet Mobile á appi og síðan hengjum við það upp. Og svo erum við að undirbúa hérna lokahóf og þetta er hérna frá SSI að undirbúa hérna, fara yfir reglur og gera ýmislegt sem þarf að veita velun fyrir á lokahófinu. Þannig að þetta er aðalherbyggið. Hvað eru margir sem koma að svona móti eins og þessu? Það ætla sé ekki 50 manns í hverjum hluta, þetta eru 6 hlutar. Þannig margfaldaði. Þannig að þetta er alveg gífurlegur fjöldi starfsmann og þetta eru allt starfsmenn sem eru að vinna hérna í sjálfboðavinnu. Allt foreldrar sem bæði hafa tekið dómaranámskeið og eru bara hér að vinna bara alla helgina. Þetta er kannski ekki verið hægt hérna fyrir nokkrum árum. Hvernig þessi aðstæði hérna, hvernig er hún svona með kannski, aðra sundlaugar á landinu? Það er mjög góð aðstæða hérna og við hefum notið mikilvæg velvildar bæjaryfirvalda og fólksins hérna í sundmiðstöðinni sem hefur verið alveg einstaklega hjálplegt. Við vorum nú úti lengi vel, bara í útilauginni og það var alltaf rigning, síðan fluttum okkur inn, alltaf búin að vera sól og gott veður og heitt. Þannig að það er búið að þurfa að opna hérna glugga, en aðstæðan hérna er frábær og bara gott að vera hérna og gaman að halda AMI í Reykjanesbæ. Tæknin er hérna með ykkur, þeir eru öll tölvuvædd og fer beint á töflunni eins og þú segir, þannig að þetta allt gengur rosa hratt fyrir sig. Þetta gengur mjög hratt fyrir sig. Í gamla daga varum við bara með klukkur, en núna gengur þetta bara 1, 2 og 10, en þetta verður líka alltaf virka. Annars er ekki hægt að halda sundmót lengur. Sitjið þið hérna í þessu herbyggi alla helgina eða? Já, þetta er örugglega fólki sem situr lengst. Við mætum fyrst og erum hérna bara fram á kvöld, þá getum við búið að ganga frá næsta mótsluta og ljósið allt og þá förum við heim. Þannig að þetta eru svona 12 tíma vaktir hérna. Hvað er Maris? Maris er hönnunarklasi sem við höfum verið að vinna að upp í Eldey með Atvinnuþróunarfélagi Suðurnesja til þess að búa til vettvang fyrir hönnuði og fólk sem eru í skapandi greinum til þess að koma sínu á framfæri. Og hver er aðkoma Atvinnuþróunarfélags Suðurnesja að þessu? Atvinnuþróunarfélag Suðurnesja er svona þeir sem halda utan um þetta, styrktar aðilinn og já, þeir eru okkar svona standa að baki okkur og halda utan um þetta. Hvað græða hönnuðir á að taka þátt í þessum hönnunarklassa? Þeir geta tekið þátt í sýningunum sem við erum með, síðan verðum við með svona ýmiss konar fræðslu og það hefur komið til tals að vera með svona bæklinga og markmiðið okkar er með þessum klasa að reyna að fá inn sem flesta af Suðurnesjum, þess að þá sem eru héðan af Suðurnesjum, þó þið búið kannski ekki endilega á Suðurnesjum, til þess að vinna saman og miðla áfram til þeirra sem eru að byrja og öfugt. Þið eru með hönnunarsýningu hérna í Dúshúsum, hvað getur þú sagt mér um þessa sýningu? Þetta er fyrsta sýningin sem við erum að gera og við vorum svo heppin að hún Valgerður kom til okkar og þetta er náttúrulega gert í samstarfi við Reykjanesbæ og bauð okkur inn á sal
sem að kemur sér mjög vel og við komum til með að vera með sýningar þarna í samstarfi við Reykjanesbæ og Listasafn Reykjanesbæjar. Hvað eru þið að sýna þarna núna? Núna erum við að sýna föt eftir nokkra hönnuði á Suðurnesjum og skart eftir gullsmiðin okkar og það er bara rosalega skemmtileg sýning og gaman að sjá hvað er mikið skemmtilegt að gerast. Hvað er framundan hjá Maris? Framundan Maris er fyrst og fremst svona að gera gagnagrunn það sem er að gerast hérna til þess að við getum svona svolítið haldið áfram og skipuleggja sýningar. Segðu mér aðeins frá kvennahlaupinu hérna í Reykjanesbæ í dag. Ég er búin að sjá kvennahlaup í Reykjanesbæ síðan 2008 og hérna í dag var fullt af konum að taka þátt í fallega bleikum bólum og bara stóðu svo ótrúlega vel. Fólk, konur á öllum aldri, alveg frá nokkra mánaða og upp í alveg, ég held að elsta stiði verið áttrætt og sumar af þessu konum er að koma ár eftir ár, þannig að það var bara mjög góð þáttaka í dag. Hvernig var þáttakan í dag? Er hún ekki bara með mesta móti? Já, svona með því mesta, það var yfir 500, bara frábært. Við stefndum á 600 en við bara tökum þá næsta ári. Mest hefur verið 549 árið 2009 en það var 517 í dag, bara frábært. Takk fyrir góða þáttöku, bara æðislegt. Hver er svona tilgangurinn með þessu hlaupi? Þetta eru bara að fá konur og stelpur til að koma út og bara hreyfa sig saman. Og það skiptir ekki máli þótt að þetta kvennahlaup, það má alveg labba eða skokka. Það er svolítið misskilningur hérna úti, fólk heldur að verða að hlaupa, en það þarf ekkert endilega að hlaupa. Þú fer náttúrulega aldrei hægar heldur sem þú situr heima í sófa. Þannig að allir bara vera með og hafa gaman, hafa stemming hérna undan. Anita var með smá zumba-sýningu hérna og Bryndís Kjartans hita okkur upp og hjálpa okkur að senda kraft út í heiminn og þakklæti og það var bara yndislegt, bara rosalega gaman að vera í þessum hóp. Maður sér það hérna ferðum bæinn að það er að verða hlaupamenning hérna í Reykjanesbæ. Já, það er alltaf aukast og mikið ánægja efni fyrir mig að því þetta er búið að dreyma það lengi að fá sem flesta út að hlaupa því ég trúi því að allir geti hlaupið og liði vel á meðan. Þannig að ég er bara rosalega ánægð með sérstaklega undanfarna dag og vikur hefur séð fullt af fólki verið út að hlaupa, alls konar fólk og alls konar hraða og hraðin skiptir ekki máli, hann er aukaðatriði. Bara fara út, hreyfa sig og hafa gaman af, það skiptir öllu máli. Og þú hefur jafnvel verið að kenna fólki að hlaupa? Já, ég hef verið að gera það. Kenna fólki að hlaupa bæði þá byrjandum og lengra komnum og bara finnst það rosalega gefandi og gaman. Og eins og ég segi, ég trúi því að allir geti hlaupið og liði vel á meðan. Það er bara mín trú og ég veit að það er hægt. Segðu mér aðeins frá því hvernig er að læra að hlaupa? Hvernig er að læra að hlaupa? Það er bara, fólk kemur og sumir trúa ég valla að þeir geti það, en svo bara komast það bara oft þetta fyrsta tíma hjá mér að þeir bara finna það að þeir geta. Og þú getur fundið fullt af konum hérna í Reykjanesbæ og það eru ansi margar, ég held að þessi komið yfir 300 konur hérna í Reykjanesbæ sem hafa tekið þátt og bara allar bara rosalega ánægðar og finna þetta að það geti og það er rosalega gaman. Allt fyrir nýja lífstílinn. LKL í Nettó. Komið sæl aftur. Í seinni hluta þáttarins kíkjum við á sýningar sem eru í Víkingaheimum í Reykjanesbæ, hittum Árna Sigfússon á tímamótum og ræðum við nýjan verðandi forseta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar, Önnu Lóu Ólafsdóttur. Við erum stödd í Víkingaheimum sem er vinsæll ferðamannastaður á Suðurnesjum. Hvernig kom þetta til að þetta safn var byggt? Árið 2000, þegar Gunnar Marel Eggertsson sigldi Íslendingi sem hann byggði sjálfur, sigldi yfir Norður-Atlantshafið og kemur til Ameríku, að þá er sýning á vegum Smithsonian-safnsins eða stofnunarinnar sem hét Vikings the North Atlantic Saga. Og það verður þar úr ákveðið samstarf á milli Gunnars og svo Reykjanesbæjar og Smithsonian. Og Smithsonian gefur eða lánar til langs tíma ákveðna muni sem voru á þeirri sýningu. Í kjölfarið á þessari ferð Gunnars að þá eru munirnir konur hér til Íslands og skipið og Víkingaheimar eru þá byggðir utan Íslending og sýningu Smithsonian. Og svo er þetta safn opnað hérna 17. júní 2009 formlega. Og síðan þá hafa nú orðið svolítið breytingar. Það er búið að þétta sýningar og bæta við tveimur mjög fínum sýningum. Annars vegar Örlög Guðanna sem er eftir Ingunni Ásdísadóttur og Kristínu Gunnarsdóttur og svo með tónlist eftir Hilmar Örn af Silfurgoða. Og þar er farið yfir goðafræðina í 6 sögum og fyrir það er leiðsögn, svona hljóðleiðsögn. Og svo erum við með söguslóður á Íslandi sem eru
30 söguslóður svona merkar fyrir íslenska sögu. Og fyrir utan það eru sýning sem heitir Landnám á Íslandi og þar farið yfir eru sérst fornminjar sem hafa verið grafnar upp hérna á Suðurnesjum. Annars verið í Vogi, í Höfnum og svo Hafabjarnastöðum við Sandgerði. Og svo sjálfsögðu Íslendingur, víkingaskipið okkar, smíðað af Gunnari Marel Eggertsinni 96, sem hann svo aftur sigldi út 2000, sömu leið og Leifur Eiríksson fór 1000 ára fyrr. Þannig að hér heilmargt að sjá og margt að skoða, mikið af upplýsingum. Sko Íslendingur svona nokkuð skona segull fyrir safnið, myndi ég segja. Við sjáum það alveg frá Reykjanesbrautinni og hingað inn. Hér eru stórir glerveggir sem hægt að sjá skipið. Og það mikið af fólki sem kemur og forvitið skipið. Og þegar sjálfsög kemur í húsa þá upplýsum við hvað meira að sjá og það sé margt merkilegt hér í húsinu. Og sem heillar náttúrulega sjálfsögðu marga þegar það hafa gengið í gegn og skoðað. Og bjóðið þið upp á eitthvað svona leiðsögn hérna sjálf safnið? Leiðsögn svona almennt séð ekki í boði en svona fyrir einstaklinga og svoleiðis. En hópar geta fengið leiðsögn og þá best að biðja það fyrirfram. Það getur verið erfitt fyrir okkur ef það mikið af fólki í safninu að stökkva til og vera með leiðsögnuna. En hún að sjálfsögðu í boði ef það beðið. Og þá leiðum við fólk safnið og sýnum hvað í gangi hérna hjá okkur. En svo alveg ein sýningin sem Auðlegð Guðanna, þar hljóðleiðsögn með sögum, þar sem hlustað á goðafræðina og sem þarf ekkert nánari leiðsögn þar í gegn. En að sjálfsögðu leggjum við mikla áherslu þá líka á sögu skipsins, sögu Íslendings. Hvernig nú að sinna þessu starfi hérna sem búin að vera síðan 2011? Það stórfínt og gefur mér mikið. Ég hitti mikið af fólki og það mjög gaman að hitta fólk af erlendu bergibróknum og svona að fá og sjá þeirra sýn á þessi tengsl Íslendinga eða víkingarna eins og þeir horfa á það sko og við kannski sín heimkynni og þá kannski sérstaklega Bretar og Amerikanar, þeirra upplifilsi stórkostlegt og sjá sko þeirra upplifun af því að til dæmis fara borð í Íslending og lesa svo til aðeins söguna og að ræða við þetta fólk svona eftir á, kannski aðeins fyrirfram náttúrulega en svona komast að hvað þau voru að upplifa og sjá, það getur verið virkilega gaman að gera svoleiðis. Og hefurðu kynnt þér meira norræna goðafræði eða það sem sýnt hérna þá þú byrjaðir? Já, að sjálfsögðu. Ég kannski var ekkert mjög fróður þegar ég byrjaði en hef lært heilmikið síðan og ég náttúrulega þarf þess en já, ég hef lært heilmikið og ég hef búin að fræðast mikið skipasmíðar af því ég hef líka fengið mikið af spurningum að koma hingað skipasmíður og eru alveg dolfallnir yfir skipinu og koma frá alls konar löndum og spurningarna sem við hefum fengið eru margar hverjar stórkostlegar. Þannig að ég hef aldrei þurft að kynna mér það efni og Gunnar Marel Eggertsson sem smíðaði nú Íslending, hann fræddi mig mikið þetta og sem betur fer vegna þess að það eru fullt af hlutum þarna sem eru mjög merkilegir sem tengjast þessum skipum okkar. Eins og Babb í bátinn og mikið í húfi og það kemur frá þessum skipum. Jæja, Árni, kveðja stund, erfitt að kveðja vinnufélaga? Já, það það nú alltaf sko, sérstaklega þegar maður hefur starfað lengi með þeim og þykir mjög vænt þá getur það verið. Hvernig finnst þér svona eftir að vera hérna í töluvert langan tíma sem utanbæjarmaður, hvernig tilfinningar berðu til Reykjanesbæjar núna? Það allavega þannig að það þarf eitthvað mikið að gerast til þess að við höfum áhuga því að flytjast úr þessum fallega og góða bæ sem búið að byggja upp og mjög margir hafa tekið þátt í því. Þannig að það kannski segir mest hvað við erum bara stolt af okkar samfélagi og hvað það gott, bæði gott fólk hér og hvað hefur margt tekist vel. Auðvitað þurfum við að halda áfram og ég bara vænti þess að góðu menn hjálpist að við að halda áfram að byggja upp samfélagið. En það svona bara efst í huga hvað þetta hefur tekist vel og við höfum verið hér í 12 ár og við viljum vera hér áfram og njóta þessa samfélags. Hefði þið órað fyrir því þegar þú komst hérna á sínum tíma, þú yrðir hérna svona lengi og svona mikið ævintýri var framöndan? Ég sækist nú alltaf í ævintýri sko.
En ég held að það sé alveg rétt að ég bjóst ekki við að vera svona lengi, en það var ég mikið að hugsa þetta áramótin, hvort að var hægt að stíga aftur áfram. Það auðvitað hafa gerst hlutir á þessu tímabili sem hafa tafið fyrir okkur, eins og þegar að varnarliðið fer og það þarf að eiginlega endurskapa atvinnugrunninn hjá okkur. Þannig að það svo kemur hrunið, þannig að það svo margt sem að ýtti á eftir að við þyrftum að halda áfram. En þessun er svo fegin að við lögðum upp með framtíðarsýn, mjög skýra sýn sem að allir áttu að fá að taka þátt í, og þau vinnubrögð sem við höfum þjálfað hér í Reykjanesbæ og vorum einmitt að fá stjórnsýsluviðurkenningu fyrir. Ég held að það hafi skilað okkur svo vel áfram og komið okkur í gegnum mjög marga erfiða þætti sem ég veit ekki hvort fólk átta sig almennt á, en það svona held ég að muni gera þegar fram í sækir. Nú ertu áfram bæjarfulltrúi og verður sem slíkur. Hvernig hyggstu beita þér fyrir bænum núna? Nú vil ég bara hjálpa mönnum sem að vilja kalla sig í meirihluta. Ég er reyndar alltaf spurt hvað er meirihluti og hvað er minnihluti. Er það ekki málefnin? Og ef að menn bara eiga saman þau verkefni sem eru framöndan, þá er ekkit annað en að starfa vel að þeim. Ég hef gríðarlegan áhuga á því að fylgja skólamálum eftir, langar til þess að starfa sem bæjarfulltrúi inn á þeim vettvangi, þannig að vonandi tekst mér að gera það og tryggja að þessi frábæri árangur hann festist í sessi. Það reyndar ekkert í lífinu þannig að því getur öllu hnignað ef maður heldur ekki við. Þannig að það er mjög mikilvægt að við bara náum saman að halda áfram. Gætirðu hugsað þér að leiða sjálfstæðismenn aftur ef til þín væri leitað? Ég er náttúrulega að leiða sjálfstæðismenn. Já, í næstu kosningum. Segja það, en hvort að maður fær að gera það að fara að nálga 70-aldurinn, ég veit það ekkert. Ég er ekkert að gera ráð fyrir því. Ég tel að ég verði kallað til annarra verkefna. Það er alveg skýrt að á þessum tímamótum og þá er ég að hætta hér sem bæjarstjóri og ég mun taka að mér önnur verkefni. Ég vil samt leggja mínu samfélagi lið. Ég er í raun og veru búinn að vera í samfélagslegri þjónustu alveg frá því ég kem út úr skóla. Fyrst inn í Reykjavík og svo hingað með stuttu millibili. Þannig að ég held að sé nú alveg allt í lagi að maður horfi á svona víðara svið, en ég mun áfram leggja mitt til samfélagsins. Anna Lóa Ólafsdóttir, nýr forseti bæjarstjórnar. Hvað tekur við hjá þér í þessu embætti? Það tekur við ábyrgð svolítið, eins og ég segi þetta, að halda utanum allavega þessa fundi og formlegheitin, vera svolítið andliti líka út á við. Og já, bara þetta að ég kem svolítið meira núna fram fyrir hönd bæjarins og tek það hlutverk mjög alvarlega. Og ætlarðu að breyta ykkur eða gera eitthvað á þinn og nýjan hátt? Ég ætla að reyna að vera bara ég sjálf og þetta er náttúrulega nýtt embætti, þannig að ég er líka að fara að læra helling. En eins og ég hef vanalega gert hér að taka við nýjum störfum að þá þarf maður náttúrulega ákveðna þekkingu og maður þarf ákveðna færni og svo er það reynslan og ég sem manneskja sem að hlýta koma með einhverja breytingar. Ég sé það þannig. Ég gerir mig vel grein fyrir því að þetta eru erfið verkefni sem bíða okkar, en ég hef áður tekist á við erfið verkefni bæði í faglega og í mínu lífi bara eins og við fáum öll okkar verkefni. Þannig að já, ég er bara nokkuð spennt. Þetta eru stór svona tímamót, segi ég, í mínu lífi, já. Og var mikil samstaða með ákvörðun hver tæki hvað að sér? Það var mjög mikil samstaða, já. Það var í okkar hóp þá lagði Guðbrandur þetta til mjög snemma í ferlinu og ég þakka bara traustið og skorast ekki undan því. Og ég gæti ekki sé annað en að samstæðan væri bara svona heilt yfir mjög góð þetta og sem og annað. Mér finnst við oft vera svolítið upptekin af því að þegar rekstur og peningar og stjórnum sé annars vegar að þá sé andlegi og mannlegi þátturinn svolítið settur til hliðar. En ég vil endilega koma því að klukkan 5 í dag er ég að útskrifast einmitt úr sálgæslu þar sem þessum andlega þætti er gert frekar hátt undir höfði. Og mér finnst að við megum ekki gleyma því. Ég er ekki að segja að við höfum gert það hér með fyrir bæjarstjórn, en ég vil ekki enn meira áslá það að sá hlutur skiptir líka gríðarlega miklu máli. Það er að við séum að tala saman við íbúana. Þetta
þetta snýst ekki bara okkur 11 sem sitjum þarna, heldur snýst þetta samtalið okkar við íbúana. Leiðum við kveðjum hérna úr Dúshúsum í Reykjanesbæ. Minnum á að þið getið séð frísklegt og skemmtilegt efni frá Suðurnesjum alla daga á Víkurfrétta vefnum www.ff.is. Við þökkum fyrir okkur, verið sæl. Sushi, alltaf ferskt. Netto. Ert þú að fara til útlanda? Bílahotel.is geymir bílinn fyrir þig. Við sinnum viðhaldi og viðgerðum á meðan þú ert erlendis. Bílahotel.is